ágæta bæjarstjórnarfólk og aðrir fundarmenn. Bæjarstjórn Grindavíkur kemur hér saman til fundar nr. 539 í bæjarstjórnarsal Sveitarfélagsins þann 28. mars 2023 klukkan 16:00. Að mati forseta var boðað til fundar með lögmætum hætti og fundur settur. Það útlit fyrir stuttan og snarpan fund í útsendingu en fyrir fundin liggja 5 almenn mál og að mér telst rétt 19 fundargerðir. Fyrsta mál á dagskrá Hafnagata 12A eða Kvikan og þar beiðni viðauka en lögð fram beiðni viðauka vegna framkvæmda við útiglugga og hurðir í Kvikunni. Á fjárfestingaráætlun fyrir árið 2023 var samþykkt að setja 15 milljónir króna í verkefnið. Umsjónarmanni fasteigna reiknast til að kostnaðurinn verði rúmar 21 milljón króna og því óskað eftir 6,3 milljónum króna í viðauka sem fjármagnaður verður með lækkun á handbæru fé. Málið hefur farið fyrir bæjarráð þar sem sviðsstjóri kom og gerði grein fyrir málinu en bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka beiðnina. Orðið laust ef einhver bæjarfulltrúi vill tjá sig undir þessum lið. Það afar mikilvægt að við sinnum viðhaldi á fasteignum okkar og leggjum í það fjármuni í hverri viku maður að heyra hryllingssögur af húsnæði í mikilli starfsemi sem þarf að loka vegna myglu. Þannig að við þurfum að standa vörð um þetta. En samkvæmt gögnum undir málinu þá þessar framkvæmdir fyrirhugaðar í byrjun sumars. En þetta klassíska eins og langur afhendingartími og á vörum hefur tafið verkið lítillega. Ég ber málið upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja viðauka upp á 6,3 milljónir að gefa merki. Bæjarstjórn samþykki viðaukan samhljóða. Þá það mál 2, málefni fatlaðs fólks, beiðni viðauka. Hér lögð fram beiðni viðauka að fjárhæð 4.649.000 krónur til að mæta kostnaði við þjónustu í málaflokki fatlaðs fólks. Lagt til að viðaukinn verði fjármagnaður með hækkun á framlagi jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukabeiðnina. Í ákveðnum félagsmálaflokkum sérstaklega eins og til dæmis málefni fatlaðs fólks þá kostnaður oft ófyrirséður fyrir fjárhagsáætlunargerð og þá þurfum við að bregðast við með viðaukum ef þörf á ákveðinni þjónustu. En ég býð orðið laust ef einhver vill tjá sig undir þessum lið. Ef ekki þá ber ég málið upp til samþykktar og þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðaukann vinsamlega skefið með merki. Hann samþykktur samhljóða. Þá það þriðja mál á dagskrá. Hér líka verið að tala viðauka ef það búnaður í leikskóla. En lögð fram beiðni viðauka að fjárhæð 600.000 krónur til kaupa á þurrkara í Laut. Lagt til að viðaukinn verði fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukabeiðnina. Orðið laust ef einhver vill tjá sig kaupa á þessum þurrkara. Ef enginn vill nýta það, góða tækifæri, þá ber ég málið upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja viðauka upp á 600.000 að gefa merki. Bæjarstjórn samþykkir viðaukan samhljóða. Þá það fjórða mál á dagskrá, skipulagsgreining Grindavíkurhöfn. Og við höldum okkur bara við viðaukana. En hér verið að óska eftir viðauka á fjárhagsáætlun Grindavíkurhafnar fyrir árið 2023 að upphæð 13.312.366 krónur sem fjármagnaður verður með lækkun á handbæru fé. Málið hefur farið fyrir bæjarráð sem leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukabeiðnina. Fram hefur farið gríðarlega mikil vinna skipulagsgreiningu fyrir Grindavíkurhöfn og sjóvarnargarða en enginn dregur í efa mikilvægi
og ávinning fyrir samfélagið að mál hafnarinnar og framtíðarsýn sé nauðsynleg fyrir sjávarútvegsbæ eins og Grindavík. En forseta langar að koma á framfæri hér hrósi og þakklæti til Sigurðar Kristmundssonar, eða Sigga hafnarstjóra. En hann hefur verið frábær í því að kynna af ástríðu og skýra framtíðarsýn hafnarinnar og mikilvægi til dæmis sjóvarnargarða, þá til að auka öryggi og umsvif hafnarinnar. Atli Geir sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og Fanna bæjarstjóri hafa einnig lagt lóð sína vogaskálarnar. Ég ætla kannski að segja frá því að við höfum líka reynt að styðja við vinnuna og fengum við Sigurð Inga Jóhannsson, innviða- og samgönguráðherra, á fund okkar þar sem við fórum yfir málið, þá með tilliti til fjármögnunar á varnargörðum af hálfu ríkisins og að verkefni færi inn í samgönguáætlun. Það var mat okkar að fundurinn hafi verið góður og jákvæður og fór ráðherra með verkefni sem hann ætlaði meðal annars að ræða við fagaðila hjá Vegagerðinni. En með þessu máli þá fylgir ágætis minnisblað frá Eflu, en í ljósi þess að við erum hér í opinni dagskrá og höfum tök á því að upplýsa líka almenning, þá hefur forseti farið þessu leit við bæjarstjóra, hann reifi aðeins málið fyrir okkur. Fannar Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Eins og nefnt var að þá eru ágætis gögn undir þessu máli sem að skýra forsöguna talsvert miklu leyti. Síðan þá hefur verkfræðistofan Efla sem tók að sér að vinna þessari stöðu hafnarinnar í dag og framtíðar möguleikum hennar varðandi þjónustu við útgerð hérna og aðra uppbyggingu á svæðinu. Það eru komin svona fyrstu drög að skýrslu eða efnisþáttum sem að koma til með að vera upp í staðan í þessari greiningu á þróun hafnarstarfsemi eins og forsíðan ber með sér. Og ég ætla nú þá með leyfi forseta að grípa hérna niður í svona áhugaverða punkta í þessari skýrslu. Hún verður einhverjir tugir blaðsíðna vantilega þar upp í staði með ýmiss konar greiningum og frekari upplýsingum. En svona til að gefa lauslega mynd það hvað efnisþættir það eru sem að sérstaklega tekið á og svona í stórum dráttum möguleika framtíðarinnar, þá ætla ég þess að segja að grípa hérna niður í nokkur atriði. Hérna segir varðandi frumforsendur þessari skýrslu að farmflæði greiningar og spár þróun vöruflutninga eru lykilforsendur þess að rökstyðja fjárfestingar ákvarðanir sem snúa skipulagi og uppbyggingu hafnar mannviða. Uppbygging sem byggir á upplýsingum þann megin farm sem talið að fari höfnina tryggir ekki aðeins hagkvæmni fjárfestingarinnar, heldur stuðlar einnig að markaðshlutdeild og styrkir samkeppnisstöðu hafnarinnar. Og afkastageta hafnarinnar ætti að samrýmast kröfum nútímans sem og mögulegri eftirspurn hafnar notenda til framtíðar. Einnig þarf að taka tilliti þeirra fjölbreyttu hagsmuna aðila sem nýta sér höfnina og mismunandi þarfir hafnarnotenda. Ófullnægjandi afkastageta hafnarinnar hefur í för með sér neikvæð áhrif ef horft til samkeppnisstöðu en á sama tíma leiðir of umfangsmikil uppbygging til óhagkvæmni. Hérna auðvitað verið að vísa til þess að þegar og ef verður farið út í miklar hafnarframkvæmdir þá verður að horfa til þeirra framtíðar að slík fjárfesting borgi sig. Og tekjur hafnarinnar þar muni standa undir þeirri fjárfestingu til lengri tíma litið vegna þess að það betur heima sittið en á stað farið með stóra framkvæmdir ef að ekki útlit fyrir það að þetta muni skila þeim árangri sem aðeins stefnt. En hérna segir að helstu niðurstöður í skýrslunni gefi eftirfarandi til kynna. Þá reiknað með því að það komi skýrlega fram í skýrslunni þegar hún verður gefin út og tilbúin. Fyrsta lagi aukin umsvif í hafnarstarfsemi komið til með að vera vegna aukningar í fiskeldi á landi. Í öðru lagi að flæði farms utan gáma Grindavíkurhöfn mun aukast næsta áratuginn, það að spátíminn 10 ár.
Stöðugur vöxtur verður í gámaflutningum Grindavíkurhöfn næsta áratug og þetta gámaflæði höfnina verður með vörubílum. Og í þriðja lagi skipa umferð kemur til með að aukast bæði hvað varðar komur og stærð þeirra skipa sem sigla í Grindavíkurhöfn. Og ég fletti hérna aðeins lengra að þá segir Grindavíkurhöfn núna að innan Hafnasambands Íslands eru 70 hafnir sem tilheyra 32 mismunandi hafnaryfirvöldum. Grindavíkurhöfn á aðild að sambandinu er ein af stærstu höfnum landsins þegar litið er til útflutnings á sjávarafurðum. Og hér segir líka höfnin hefur ákveðið samkeppnisforskot á aðrar hafnir vegna staðsetningar sinnar. Það sem hún er í fyrsta lagi umkringt auðugum fiskimiðum í Norður-Atlantshafi, öðru lagi umkringt vaxandi atvinnurekstri, til dæmis útgerð og annarri virðisaukandi framleiðslu. Þriðja lagi með stuttum siglingatíma til úthafs. Í fjórða lagi er höfnin staðsett á alfara leið sjóflutninga til og frá Evrópu og í fimmta og síðasta lagi nálægð við vinsæla ferðamannastaði á Íslandi. Og hérna segir líka að sjávarútvegur hafi í gegnum tíðina verið undirstaða atvinnulífs í Grindavík og 10% af veiðiheimildum landsins í botnfisktegundum séu skráð á skip sem eiga heimahöfn í Grindavíkurhöfn. Samhliða uppgangi sjávarútvegs hefur önnur afleidd starfsemi orðið til og þróast. Og heildar koma flutningaskipa árið 2022 er 93% meiri heldur en var árið 2010. En frá aldamótum þá hefur Grindavíkurhöfn almennt verið næst stærsta höfn landsins sem kemur að löndun og botnfiskafla, en einungis Reykjavíkurhöfn hefur meira magn af botnfiski og yfir það tímabil sem horft hefur verið til. Útgerðir í Grindavík eru samanlagt með næst mestu veiðiheimildir á botnfisktegundum og árlega sé horft til einstakra sveitarfélaga en það 10% af heildarkvóta. Og hraðabreytingar eiga sér nú stað í hafnsækinni starfsemi og hafnaryfirvöld standa oft frammi fyrir óvæntum og nýjum eða breyttum kröfum hagsmunaaðila sem og innkomu nýrra hafnarnotenda. Nú, við vitum það að fiskeldi það verður í vaxandi mæli atvinnugrein hérna á Reykjanesinu og eiginlega kannski fremur heldur en nokkur staðar annars staðar. Það eru hvergi betri skilyrði til þess að rækta fisk á landi heldur en hérna á Reykjanesi. Og hér segir fiskeldi að mikill vöxtur hafi verið á undanförnum áratug í fiskeldi á Íslandi og nánar tiltekið hefur heildarframleiðsla af eldisfiski aukist að meðaltali 21% árlega á undanförnum 10 árum og þar hefur framleiðsla af eldislaxi aukist árlega meðaltali 31%. En fiskeldi á landi hefur einnig farið vaxandi hérlendis undanfarin áratug eða meðaltali 7% milli áranna 2012 til 2022. Og sjókvíaeldi einungis starfrækt á Vestfjörðum og Austurlandi en af einstökum landshlutum hefur landheldi verið umfangsmest í gegnum tíðina á Reykjanesinu og mikil aukning fyrirhugað á næstu árum. Og við vitum að því að það mikil uppbygging fyrirhuguð hérna hjá Samherja út á Reykjanesi og það segir hérna stærsta einstaka framkvæmdin sem fyrirhuguð á Reykjanesi á komandi árum uppbygging eldisgarðs Samherja í auðlindagarðinum á Reykjanesskaganum með ársframleiðslu getu upp á alltaf 40.000 tonn. Áætlað að reisa fiskeldisstöðin í 3 áföngum og stefnt að því að hefja framkvæmdir í fyrsta áfanga haustið 2023. Það sem sagt núna í haust. Og auk þessara framkvæmda eru horfur á aukinni eldisframleiðslu sem í dag starfrækt í nágrenni Grindavíkur og gera hér áætlanir ráð fyrir að á komandi áratug munu Grindavíkurhöfn vera að þjónusta við framleiðslu upp í 50.000 tonn árlega af lífmassa í eldisfiski og það framleiðslumagn krefjist 60.000 tonn af fiskifóðri árlega. Og Grindavíkurhöfn, segir hér, hefur landfræðilega yfirburði til þessara þjónustu vegna þess að höfnin svo nálægt þeirri uppbyggingu og svo staða eykur tækjafæri til slátrunar og frekari vinnslu við eldisframleiðslu í Grindavík. Ef væntingar ganga eftir gætu afurðir og fiskifóður til viðbótar við árlegan afla og aðra vöruflutninga í Grindavíkurhöfn orðið 200.000 tonn á ári. Og það nú eiginlega bara farið að stappa nærri heildarafla í bolfiski á landinu. Og þá gert ráð fyrir 100.000 tonnum af laxi sem megi flytja á dag með flutningabílum eða skipum.
Og talandi þetta þá hafum við nú verið að bera víurnar í það að fá fóðurverksmiðju fyrir landið hérna til okkar í Grindavík. Og fóður hefur verið að langmestu leyti flutt inn til landsins, mest frá Noregi og af tveimur aðilum. Annar þeirra hefur verið að skoða aðstæður fyrir fiskifóðurverksmiðju einhvers staðar hér. Í ljósi þess að það er orðið hagkvæmt þegar stærðin verður kannski 70 til 100.000 tonn að koma henni fyrir hérna á Íslandi og flytja þetta ekki allt erlendis frá. Og við erum inn í þessari mynd, það er alveg óvíst hvernig það fer en undanfarnar vikur og mánuði þá hefur verið tekið upp samtal við þessa aðila okkar hálfu þannig að við erum búin að koma okkur rækilega inn í þá mynd hvernig sem að niðurstaðan nú verður. Og síðan segir hérna Grindavíkur höfn hefur sinnt þjónustu við flutningaskip þannig er gert ráð fyrir að talsverð aukning verði á innflutningi á fiskifóðri til hafnar og þá er líka verið að tala um það að hluti af þessu fiskifóðri kemur úr kornafurðum, hveiti og maís og öðru slíku en hluti er innlend framleiðsla og það er þá aðallega lýsismjöl, það er að segja mjöl, loðnu og auk þess lýsi. Hlutföllin kannski 35% mjöl og lýsi 15%, hitt er svo innflutt upp á að blanda verði eins og henni er ætlað að vera. Og það eru fleiri skip sem eru að koma hingað til Grindavíkur og tengja sjávarútvegi, það er mikið saltflutninga hingað til bæjarins, þannig að höfnin hefur verið að búa sig undir aukna farmflutninga hingað í gámum og velta fyrir sér landrými í kringum höfnina fyrir slíkt. Þannig það eru heilmikil áform í gangi hvað það varðar. Hérna er líka minnst á skemmtiferðaskip sem er nú kannski svona meira aukaafurð heldur en uppistaða í komum skipa hingað í höfnina. En það segir hérna skemmtiferðaskipa iðnaðurinn hefur verið uppspretta hagvaxtar á Íslandi með tilheyrandi samfélags- og efnahagslegum áhrifum. Og á Suðvesturlandi er öflug starfsemi tengd ferðaþjónustu. Og því er Grindavíkurhöfn hugsanlega hentug höfn fyrir komu strandferðaskipa. Og hérna segir svo líka ef Grindavíkurhöfn útbýr nauðsynlega hafnaraðstöðu og innviði til að veita skemmtiferðaskipum þjónustu og litið til þróunar á komum skemmtiferðaskipa í nágrannalöndum af svipari stærð. Það má gera ráð fyrir nokkuð miklum árlegum fjölda af skemmtiferðaskipum til hafnarinnar. Og svo að lokum hérna í þessum drögum að skýrslu minnst á olíuskip. Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum með það að markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% og ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 í samræmi við skuldbindingar og Parísarsamkomulaginu. Við vitum að eldsneyti er flutt núna með bílum meðan sem Grindavíkurveginn og það er ekki endilega nógu gott. Ef að olíubíll myndi nú fara á hliðina á þessu svæði og olían streyma í gegnum hraunið, þá er ekki þess endilega langt að bíða að það komi fram í vatnsbórun okkur í lágum. Það hefur verið ágefnið, það er búið að vinna að ýmsum hugmyndum meðal annars í skipulags kerfinu hérna hjá okkur og svæðisskipulagi fyrir Reykjanes. Þannig það gæti vel verið að einhver leyti væri hættuminna að flytja olíuna með skipum hingað og dæla í land. Þetta er svona eitt af því sem er í skoðun. Svo aðeins að minnast hérna á aðra skýrslu sem er nýlega komin út eða svona alltaf því að hún verði gefin út og hún er frá Vegagerðinni. Þessi skýrsla eins og liggur fyrir núna er upp á 48 blaðsíður og tekur einmitt á hafnarbótunum hér. Ég ætla bara að lesa hérna stuttan inngang. Það segir hér þróunin þar sem bæði fiskiskip og flutningaskip fara stækkandi heldur áfram. Vegagerðin hefur í samstarfi við hafnarstjóra Grindavíkur, Sigurð A. Kristmundsson, unnið tillögur að breytingum á hafnarskipulagi Grindavíkur. Markmið þeirra breytinga er að bæta snúningsrými innan hafna og skoða möguleika á að geta tekið inn stærri skip. Breytingarnar felast í legu og styttingu innri varnargarða og breikkun innsiglingarennu innan þeirra. En aðstæður í innsiglingunni Grindavík valda enn frátöfum
Sigling skipa háð viðmiðun á mörkum sem ráðast af ölduhæð, skipslengd, stjórnhæfni og reynslu skipstjóra hverju sinni. Og Vegagerðin hefur unnið tillögur að nýjum ytri görðum með það markmið að bæta og vega á móti aukinni ókyrrð vegna ofangreindra breytinga og hafnaskipulagi og eins til þess að bæta öryggi í innsiglingu til hafnarinnar og draga úr frátöfum. Og til þess að meta áhrif skipulagsbreytinga innan hafnarinnar sem og nýrra ytri garða var stillt upp hafnarreikni líkani af höfninni. Líkaninu beitt til þess að meta hvort tillögur auki eða minnki kyrrð með því að bera saman ölduhæð í núverandi höfn fyrir og eða eftir breytingar. Einnig eru gerðar frumathugunar og virkni nýrra skjólgarða við aðstæður í innsiglingur með tilliti til strauma. Niðurstöður sýna að áhrif nýrra ytri varnargarða á straum utan hafnar mynnis gefa til kynna bættar aðstæður þar sem þau draga úr öldudrifnu straumi þvert á innsiglingu. Það búið að halda fundi þó nokkuð marga tilstuðlan hafnarstjóran sem hefur unnið hérna gríðarlega gott verk og undirbúið þessar skýrslur hérna báðar ásamt með hafnarstjórninni og stuðningi bæjaryfirvalda hér. Þetta mannvirki sem kostar á eitthvað annan milljarð og Grindavíkurhöfn þarf að borga 40% sem svona 500 milljónir og Vegagerðin 60%. Þeir segja það hérna bæði reyndir skipstjórar og útgerðarmenn að þetta sé eiginlega alveg nauðsynlegt að koma þessum ytri hafnargarði allavega öðrum þeirra. Það er að segja suðvestanmegin, koma honum hérna fyrir til þess að minnka brotthvarf skipa eða það sem þau leita ekki inn til okkar heldur annara hafna í vondum veðrum, sunnaslagveðrum. Og hvernig sem að þróunum verður varðandi fiskeldi og fleira hérna í kringum okkur þá er þetta eitthvað sem við þurfum að vinna að mjög ötullega að koma á til þess að hafnin verði örugg og góð. Samherji er eins og komið fram hérna í skýrslu Eflu, eða drögum að skýrslunni, er að reisa mikla eldisstöð hérna út á Reykjanesi. Þar þarf að taka upp mikið efni til þess að geta komið fyrir eldiskerjum, því þau eru sett ofan í jörðina en standa ekki upp með litlu leyti. Þar kemur mjög mikið efni upp og hluti af því efni gæti henta mjög vel í varnargarð hérna hjá okkur. Og það hafa verið teknar upp viðræður við Samherjamenn og Vegagerðina og fleiri og ég held að megi segja að það eru mjög góðar undirtektir þar enda væri það báðum til hagsbóta bæði í Samherja að losna við þetta efni í staðins að hrúga því upp í einhver fell þarna í kring og sem hefði mikil umhverfisleg áhrif og við þurfum á efnið að halda. Þannig að þetta getur verið mikill ávinningur fyrir báða aðila og þessi vinna fer á stað í haust. Við bindum vonandi þess að þetta verði okkur til framdráttar hérna líka. Og það er auk þess verið að vinna að mjög spennandi verkefnum hérna hjá okkur í bænum sem að snerta höfnina, mismiklu leyti en samfélagið allt ef að verður. Kannski 4 mjög áhugaverð verkefni sem að vonandi líta dagsins ljós og eru komið lengra heldur margt annað sem hefur reykjað á fjörurnar og verið svolítið óraunhæft. Þannig heildina lítið þá held ég að það verði bjart hérna framöndan hjá okkur en ég er kannski búinn að eyða miklum tíma í þetta en þetta er svona bakgrunnur samt í frekar stuttum máli yfir það sem gert hefur verið og þessi viðauki gengur út á. Það er að segja að fjármagna skýrslugerð og vinnu við þennan undirbúning. Enda er góð skýrslugerð og góð yfirferð auðvitað forsenda þess að vel til takist og menn viti það í hvað gæti stefnt og hvað þetta kostar. Takk kærlega fyrir þetta Fannar, hérna eru margir áhugaverðir punktar. Gott fyrir okkur hér, bæði hér og bæjarbúa einnig að fá þessa yfirferð. Og það verður áhugavert að rýna betur í þessar skýrslur sem þú nefndir. En orðið er laust, ef einhver vill tjá sig. Þá
ber ég málið upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja viðauka upp á 13.312.366 krónur að gefa merki. Bæjarstjórn samþykkir viðaukan samhljóða. Þá er komið að 5. máli og jafnframt því síðasta undir almennum málum. Hér erum við að leggja fram erindisbréf 50 ára afmælisnefndar Grindavíkurbæjar ásamt tillögu bæjarráðs skipun nefndarinnar. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja erindisbréfið og tillögu skipun nefndarinnar. Ég kannski bara gríp hérna aðeins niður í þetta erindisbréf. En þetta er sem sagt 50 ára afmælisnefnd Grindavíkurbæjar. Hún er skipuð í tilefni þess að Grindavíkurbær fagnar 50 ára kaupstaðarafmæli þann 10. apríl á næsta ári, 2024. Og nefndin, hún starfar í samræmi við þetta erindisbréf sem lagt er hér fram. Nú hlutverk og verkefni nefndarinnar, kannski aðeins að fara yfir það. En hlutverk hennar er sem sagt að undirbúa hátíðarhöld í tilefni af 50 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkurbæjar, óska eftir og vinna úr hugmyndum frá íbúum og stofnunum að viðburðum og öðru því sem sveitarfélagi getur framkvæmt til að minnast tímamótana. Láta taka saman og gefa út eða birta upplýsingar sögu Grindavíkurbæjar með sérstaka áherslu á aðdraganda þess að Grindavíkurbær fékk kaupstaðarréttindi 10. apríl 1974 á því herrans ári. Láta vinna vefsíðu sem vera skal kynningar og fræðsluvettvangur fyrir afmælisárið. Láta hanna afmælismerki sem fangar skal anda kaupstaðarafmælisins og hvetja íbúa til að beina sjónum sínum að viðburðum á afmælisárinu. Já, bæjarráð tilnefnir aðila hér í afmælisnefndina og ég ætla kannski að fara hérna yfir það. Aðalmenn nefndarinnar eru hér tilnefndir Aðalgeir Jóhansen, Ásrún Helga Kristinsdóttir, Emilía Ósk Jóhannesdóttir, Kristín E. Pálsdóttir, Lára Lind Jakobsdóttir og varamenn nefndarinnar eru þau Tómas Breki Bjarnason og Valdís Inga Kristinsdóttir. Orðið er laust ef einhver bæjarfulltrúi vil tjá sig. Ég ætla að nefna það sem í erindisbréfinu þá er tekið fram að bæjarstjórn skuli kjósa formann nefndarinnar. Og sú umræða var ekki tekin til enda, á bæjarráðsfundi. Og ég hugsaði nú við undirbúning þessa máls að ég vildi að ég hefði gert athugasemd þegar bréfið var tekið fyrir í erindisbréfið var tekið fyrir í bæjarráði að nefndin sjálf myndi kannski velja sér formann. Og ég veit ekki hvort að hafi verið rætt við þessa aðila og það er kannski skemmtilega að tala við fólk áður en að við séum að skipa því í hlutverk. Án breytinga þá þurfum við hér og nú að kjósa formann þessara afmælisnefndar. Og þetta er gott ef að einhver annar en ég myndi bera upp tillögu út af sjálf sitt ég er sem sagt tengiliður bæjarstjórnar inn í þessa nefnd. Það var tveir Guðis ljós. Hallfríður, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn, ég ætla að taka undir það sem Ásrún segir kannski eðlilegt að nefndin velji sér sjálf, þannig að ég legg til að formannskjörinu verði þá að minnstakosti frestað sinn þar til að við fáum betri botn í það hvort að nefndin er ekki bara til í að velja sér formann sjálf. Takk fyrir þetta, Hallfríður, Helga Dís, gjörðu svo vel.
Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég tek undir með Hallfríði. Ég ætlaði bara að leggja til hvort að við gætum í raun og veru samþykkt og formannsefni myndi, hvort við gætum gert það seinna, af því að það er svolítið óþægilegt að vera hérna í beinni að ákveða einhvern formann sem er ekki búið að tala við, en þannig að ef það er hægt þá er ég sammála því, sko. Takk fyrir þetta, Helga Dís. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Nú bara lít ég hérna á menn mér til aðstoðar. Er eitthvað því til fyrirstöðu að höfum við ekki heimild til þess að leggja það til að nefndin sjálf velji sér formann? Er það ekki? Þannig að ég held að það sé skynsamleg ákvörðun hjá okkur. Ég ætla að bera þá málið upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja erindisbréfið og nefndarskipan að gefa merki. Bæjarstjórn samþykkir þetta samhljóða og síðasta setningin, jafnframt samþykkir bæjarstjórn að nefndin skipi sér sjálf formann. Við bætum því hér við og allir eru því samþykkir. Ljómandi gott. Þá hlökkum við bara til þessa afmælisárs. Þetta verður skemmtilegt hjá okkur. Þá hefur dagskrá almennra mála verið tæmd og útsendingu lýkur í kjölfarið og við taka hér 19 fundargerðir. Takk fyrir.